komið þið sæl aftur, þá störtum við Rauða borðinu og málmálana náttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður nú að teljast líklegt að eigi sér stað í ágúst, öruggur meirihluti fyrir því. Á þingi við vitum ekki hvað umræðan mun dragast lengi, við vitum það að það enn verið að ræða þetta mál á þingi nú og sitt sýnist hverjum. Mér var hugsað til þess að einn þeirra blaðamanna sem hefur skrifað kannski einna mest efnahagsmál ESB og hvað myndi breytast hann framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar en það tiltölulega nýlegt jobb hjá honum og mjög lengi þar á undan var hann að skrifa pistla sem að ég fylgdist með og hann komin hingað til þess að hefja dagskrána með okkur. Vertu velkominn Þórður Snær Júlíusson. Takk. Sko stóra spurningin sem að við erum ef við komumst handan við hávaðan sem í umræðinni tengdur hvernig þessa þjóðaratkvæðagreiðslu ber að og svo framvegis og ég veit ekki hvort ég nenni svo mikið að ræða þau læti öll sko. Gott. Já, út sáttu við það. Ef við stökkum reynum að fara aðeins fram í tíman. Ef íslenska þjóðin mun komast að þeirri niðurstöðu í þjóðaratkvæðagreiðslu að já, hún vilji viðhalda að taka upp viðræður, halda þeim áfram við ESB. Ertu sannfærður í hjartaðinu það að það yrði íslenskum almenningi til góðs? Ég ætla bara að byrja að segja að Evrópusambandið engin töfralausn á neinum vandamálum sem Ísland glímir við. Nei. Það eru kostir og gallar við það að vera fullur aðili á svona sambandi og stundum markast það algjörlega hvar þú situr og hvaðan þú kemur. Ólíkir hópar geta augljóslega séð einn hópur séð eitthvað sem kost sem annar séð sem galli. Það algjörlega fyrirliggjandi í mínum huga líka, svo ég klári fyrirvarana fyrst, að ég myndi ekki sætta mig við það að ganga í Evrópusambandið, að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið nema ákveðnum skilyrðum uppfylltum, að það tekin tillit til sérstöðu Íslendinga á margan hátt. Ef að fara yfir það skilyrði, kannski bara áður en lengra haldið. Við getum alveg gert það og ég bara til þess að þú veit sem eins og ég áður en ég var blaðamaður þá var ég komið með mikið áhuga. Ég skrifaði BR-ritgerðum minni um Evrópusambandið, ég skrifaði mastersritgerðum möguleika Íslands í Evrópusamstarfi og tók mastersgráðu í evrópskum og alþjóðlegum stjórnmálum. Þannig að þú ert langsérfróður þetta mál. Ég ætla að vera með mikinn áhuga á þessu í mjög langan tíma. Þrátt fyrir að þessar ritgerðir séu löngu úreltar sökum þess að heimurinn hefur breyst mikið. Það algjörlega skýrt í mínum huga að Ísland auðvitað fámenn eyja út í miðju Ballarhafi og það þýðir að með svona tiltölulega einfalt efnahagskerfi fáa stóðir undir okkar efnahagslega veruleika, miklar fjarlægðir, allt þetta þarf að vigta inn í og þar á ég við það hvernig útfærslan að aðkoma okkar að stýringu sjávarútvegsmála yrði, þar á ég við það að svona framtíð þess hvernig orkukerfið okkar verður hluti af Evrópu, að hún sé í okkar höndum vegna þess að við erum með lokað orkukerfi og þangað til að við tengjumst með streng þá verðum við áfram með lokað orkukerfi og ég algjörlega á þeirri skoðun að sú ákvörðun þarf alltaf að líka hvíla hjá ekki bara stjórnmálamönnum í Íslandi, þegar þjóðinni sjálfri hvort að við eigum yfir höfuð að tengja okkur með streng við meginlandið eða aðra pósta. Það þarf að taka tillit til þess að við erum gríðarlega háð flug og sjósamgöngum og það þarf að vigta inn í það hvernig aðlun okkar að Evrópusambandinu yrði að það sé ekki sérstakt tillit til þess. Ættum við að fá afslátt frá mengunarskatti í ljósi þess að við getum ekki tekið lest til Kaupmannahafnar, við þurfum að fljúga þangað? Við erum auðvitað með afslátt eða undanþágu frá ETS-kerfinu eins og það og það hefur komið skýrt fram. En hún hættu? Já, það hefur komið skýrt fram hjá núverandi ráðamönnum og það hefur verið að ræða það að fá ákveðna framlengingu á því. Það liggur alveg fyrir að kerfið sem sett til þess að reyna að ýta fólki í það að nota frekar lestar en flugvélar. Það
er flóknar fyrir eyju þar sem næsti póstur er kannski 2000 kílómetrum í burtu sko, og það er enga lestarsamgöngur neitt, hvorki innanlands niður til annar landa. Þannig að það er svona, mér er alltaf vist að það er lógík á bakvið það hvernig Evrópusambandi nálgast þau ríki sem eru hluta sambandinu, og við höfum líka séð það bara gegnum EES-samninginn. Þannig ég hef ekki stórtækar áhyggjur af því að það verði ekki tekið tillit til sérstöðu Íslendinga. Og fyrir utan það að þessi barlómur að það hefur engar undanþágur verið veittar nokkru sinni, hann er auðvitað í besta falli fáránlegur. Þetta er lygi. Já, og ég meina, það er svo auðvelt og einfalt að fletta því öllu saman upp. Malta er með undanþágur, Danmörku þetta fengið margháttaðar undanþágur, það var sniðir búin til sérstök umgjörð utan landbúnaði í Finnlandi, Írar fengu undanþágur meðal annars á menningarlegum grunni fyrir það að þungunarof, að það setja ekki sérstakt tillit til svona menningarlegt hlutverks þungunarofs í þeirra samfélagi. Það er alls konar mismunandi tegundir af undanþágum og sérlausnum sem hafa verið veittar innan Evrópusambandsins í gegnum tíðina, og það er engin ástæða til þess að Ísland ætti ekki geta fengið einhverja slíkar, og það hefur alltaf verið svona framanlega hjá þeim sem hafa talað hart fyrir því Ísland gangi inn í Evrópusambandið, að það gerist ekkit bara algjörlega á forsendum Evrópusambandið, það mun líka gerast á okkar forsendum. Já. Ég held að sé alveg ljóst að sjávarútvegsöflin á Íslandi hafa þeim hefur tekist að halda lokinu svo þétta á þessum potti að það hefur bara stundum bara verið illa séð að ræða aðild að ESB í fjölmiðlum. Það eru áratugi aftur, man ég, búin að vera mjög lengi í blaðamennskunni, þar sem að þetta hefur verið bara eins og hálfgert tabú, og sjávarútvegsmálin hafa náttúrulega öðru fremur, þetta ekki sammála mér með það, verið langsterkasta fyrirstaðan fyrir því að það hefur varla mátt bara ræða þessar hugmyndir einu sinni. Það var rosalega sterk andstæða hjá sjávarútvegnum við aðildarumsóknina þegar farið í það ferli síðast, 2009 til 2013. Ég er vongóður það að það sé breytt hugafar að minnstakosti hjá hluta þeirra sem eru atkvæðamestir í sjávarútvegi í dag. Við sáum til dæmis Guðmund Kristjánsson í Brim tala á þeim nótum fyrir ekkert svo löngu síðan, og ástæðan er einfaldlega svo að sum íslensku sjávarútvegsfyrirtækin eru á meðal sterkust sjávarútvegsfyrirtæki í Evrópu. Þau eru með útgefin kvóta innan Evrópusambandsins sem starfa í mörgum Evrópusambandslöndum. Þetta eru þeirra mikilvægastu útflutningsmarkaðir. Þau gera upp í evrum, er það ekki? Jú, og eru bara með, ég meina, þau eru með landvirslu víða, eiga fyrirtæki í mörgum af þessum löndum. Þannig að það maður myndi ætla eftir þennan tíma, og þau hafa byggst upp í þessi stórveldi sem þau eru í sjávarútvegi, ekki bara á Íslandi heldur á alþjóðamælikvarða, að þau myndu að minnstakosti einhverju þeirra að sjá sér töluverðan hag í því að Ísland geti gengið í Evrópusambandið og verið nokkur ráðandi afl það hvernig sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins verður, vegna þess að það er ekkert land í Evrópu sem er með jafn mikla hagsmuni á sjávarútvegi, og það er ekkert land í Evrópu sem hefur náð að byggja upp jafn arðbæran sjávarútvegi á Ísland. Þannig að það eru allar forsendur fyrir því að áhrif okkar inn í sjávarútvegsstefnuna, sem er algjör hliðarbúgrein ef hún kallast það hjá flestum Evrópusambandslöndum, að þau áhrif eru bara gríðarlega mikil. En Ólafur Þ. Harðarson mun hér síðar í kvöld við þetta rauðaborð tala til dæmis þessa tvo heima, landsbyggð og höfuborgina, samanber nýjustu Gallup-könnun, að það er ekki nema 30%, 20-30% íbúa út á landi sem að vilja sjá ESB, og þar er, af því ég er nú með tengingar við landsbyggðina líka og er sjálfur ættaður bara utan landi, þar er þessi ákomóti að framleiðslu atvinnuvegirnir, landbúnaður og sjávarútvegur, þetta fær allt til helvítis. Er þetta fólk bara matað á röngum upplýsingum eða úreltum eða? Ég skil alveg hræðslu við breytingar. Það að kannski að breyta einhverju sem fyrir einhverju svona veitir einhverju staðfestu og eitthvað akkeri í tilverunni. Ég skil alveg hræðslu við þær breytingar. En já, að hluta til eru þetta að vera að mata fólk af kolröngum upplýsingum.
það að hér sé verið að stefna einhverju öryggi, afkomu öryggi okkar sem þjóðar og ákveðna svæða í hættu. Ég held að það séu mikið tækifæri fyrir landsbyggðina, ekki síður en bara landið allt, í því að ef að tekst að semja vel og veita ákveðnar öryggis og undanþágur fyrir aðild að ganga í Evrópusambandið vegna þess að Evrópusambandið er meðal annars með mjög víðtækt styrkjakerfi sem er beitt ekki síst í það að efla byggðir, að svona einar dreifðu byggðir í byggðarþróun og auðvitað með mjög öflugt landbúnaðarkerfi líka. Það er ekkit ástæðulausu að kapp landbúnaðarkerfið, það er tekið algjörlega út fyrir sviga í Evrópusambandinu þegar svona aðrir markaðir voru frelsisvæddir og ég held að svona með við hvernig staðan hefur verið í landbúnaði hérna í allt og langan tíma þá stöndum við frammi fyrir því að þetta er kerfi sem er ekki að virka nægilega vel fyrir þá sem er að stunda landbúnaðinn, það er að segja bændurna sjálfa. Þetta er kerfi sem er ekki að virka nægilega vel fyrir neytendurna sem er að kaupa afurðirnar vegna þess að verðið fer mjög hækkandi og kerfið eins og er kannski takmarkar einhverju leyti það vöruframboð sem við gætum mögulega fengið ef að við varum hluta stærra kerfi. Þannig að þá verður fólk líka bara að spurja sig að því fyrir hvern er það kerfi? Er það fyrst og síðast fyrir milliliðina og er það eðlilegt? Eigum við ekki kannski frekar að byggja upp kerfi sem gagnast þeim sem eru að vinna afurðirnar og leggja á sig alla þessa vinnu en eru fastir margir hverjir bara í fátækragildum sem eru bændur landsins og neytendurna sem eru þeir sem neyta varana. Hvað með samgöngumálin? Ég til dæmis heimsótti Madeira, hefur komið þangað? Nei. Þetta er bara svona klettur sko og þau talum fyrir ESB og eftir ESB, þetta er Portugalska eyja og þar urðu sko allar samgöngubreitingar til góðs eftir inngöngu í ESB koma alveg gríðarlegi peningar sem styrktu innviði þessara eyju alveg svakalega. Hvort sem það voru jarðgöng eða hvað það var, það bara, og þeir halda því fram að þeir hafa fengið svo mikið að styrkjum til þess. Er einhver von til þess hér? Já, þú finnur það bara og sér það bara með augunum þegar þú keyrir meginland Evrópu. Vegina sem eru merktir með Evrópusambandsfánanum sem eru þá að hluta til eða öllu leyti byggðir fyrir styrki sem eru veittir í innviðauppbyggingu og gríðarlega sýnilegt til dæmis í Austur-Evrópu. Ég fór til Póllands 2014-15 og svo svona 2005-06 og svo aftur tæplega 10 árum síðar og það var heiminn og haf á milli þess veruleika sem maður upplifði. Bara uppbyggingin var eiginlega óraunveruleg. Sérstaklega þegar maður horfði á innviði eins og samgöngu uppbyggingu og annað slíkt. Þannig að það er engin vafi að þarna liggja mýmörg tækifæri en það eru líka bara þetta á svo mörgum öðrum sviðum. Ég meina, það er mjög umfangsmikið styrkjakerfi sem getur nýst við alls konar rannsóknir og þróun á hinn og þessu innanlands ef við göngum alla leiðin. Það auðvitað með því að taka upp annan gjaldmiðil þá hrindum við í burtu fullt af hindrunum sem eru til dæmis fyrir fjárfestingu í nýsköpun og við sjá kannanir sem eru gerðar og meðal þeirra sem eru að reka og setja fót nýsköpunarfyrirtæki á Íslandi sem eru bara ofsalega mikilvægt fyrir okkur að svona, og leiðum við að sletta diversifya atvinnuvegin okkur og búa til fleiri stöndug fyrirtæki og fleiri atvinnuvegi, þá er mikill meirihluti þeirra sem segja gjaldmiðlið sé mikil hindrun fyrir fjárfestingu. Og við erum sem ríki búin að fjárfesta mjög mikið í nýsköpun, við erum að leggja feikilega fjármuni í endurgreiðslur fyrir rannsókn og þróun, kerfi sem hefur vaxið frá því að vera rúmi milljarður ári upp í 19-20 milljarður örfárum árum af ríkisfé vegna sem við erum að reyna að styðja við þessi fyrirtæki, en svo þegar þau komast á næsta skref í fellinu, ná að vera nægilega burðu til þess að kannski stíga næsta skref, þá er erfitt að sækja erlendu fjárfestinguna vegna þess að fjárfestandi setja fyrir sig gjaldmiðilinn og þeir setja fyrir sig
svona, já, það sem því fylgir að þetta sé ekki nægilega stórt og öflugt efnahagssvæði og sama sjáum við þetta líka bara á hlutabréfamarkaði. Dýptin og íslensku hlutabréfamarkaði eru þetta ekkert sérstaklega mikil, 55% af hlutabréfum eru eigu íslenska lífeyrissjóða. Það eru mjög fáir erlendir aðilar inni á íslenskum hlutabréfamarkaði. Flest fyrirtækin sem eru skráð í íslenska hlutabréfamarkaði eru þjónustufyrirtæki sem eru bara með starfsemi innanlands. Þau eru teljandi nánast á fingurum annarra handar, bara gamla Marel, Amarok, Oculus, Alvotech. Það ekki rosalega mörg önnur sem eru með einhverja alþjóðlega starfsemi og svo sjávarútvegsfyrirtækin en sem eru svona annars eðlis, auðlindadrifin fyrirtæki. Svo ertu bara með nokkra bankar sem starfa meira og minna bara innanlands, nokkuð tryggingafyrirtæki sem starfa meira og minna bara innanlands. Matvöruverslanir, olíuseljendur eða bensínseljendur sem starfa meira og minna allir innanlands og þarna liggur þetta bara kannski stóra vandamálið við hinn íslenska veruleika að við erum með rosalega mikið konsentrera fjármagn því fjármagni líður rosalega vel að mörguleiti þetta kannski hópar einstaklingar sem hafa taga því að komast þangað sem þeir komust vegna þess að þeir hafa aðgangað upplýsingum, peningum annarra og aðkomu að lykil ákvörðunum í gegnum stjórnmál og kunna vel við þetta kerfi og vilja verja og þetta leiðir að sér að við erum með svona einokunar eða fágætismarkaði nánast á öllum alvöru mörkuðum sem skipta okkur máli dag frá degi. Við förum út og við ætlum að velja okkur banka og það er svo sem ekki rosalega mikið fjölbreytileika að velja þegar út að velja kannski hvernig húsnæðislánu ætlar að vera með. Við förum að velja okkur tryggingafélag og þetta virðist meira og minna allt sama verðið. Við förum í matvöruverslun og finnum engan mun þótt að logoðu séu öðruvísi og það er að telja svona áfram fjarskipti, bara þetta eldsneytissala, nefndu það. Myndu við fá samkeppni frá Evrópulöndum eftir eingöngu í ESB? Já, við ættum að minnsta kosti að fá það vegna þess að þá ýtum við öllum hindrunum úr vegi fyrir aðila að setja upp bara útibú á þessum mörkuðum og það ætti þá að hrinda af stað virkri samkeppni sem óhjákvæmilega getur ekkit annað gert en að bæta hag neytenda. En af hverju hrindir Kristrún ekki á stað virkri í samkeppni með því að nýta stöðu sína sem forsætisráðherra í að gera Landsbankann aðeins geðfylltari stofnun og breyta vaxtastiginu þar og hinni myndi þá kannski elta í einhverju samkeppni og svo framvegis. Við getum nú skoðað eina hlið á því að núna á fjárlögum síðasta árs var reiknað með að Landsbankinn myndi borga til eiganda síns ríkissjóðs og þar með almennings alls 15-16 milljarða. Hann er að fara að greiða 35 milljarða. Bæði hærri almenna arðgreiðslu en hann ætlaði sér að gera, eða þess að það var reiknað með fjárlögum og svo er hann að fara að greiða sérstaka arðgreiðslu þar sem hann er að fara að tappa af umfram eigin sínu með því að breyta samsetningu þess. Þannig að það er auðvitað ein leið fyrir því að skila fjármunum aftur til almennings að eigandinn sem eru þetta ríkið sem almenningur allur vegna þess að stjórnmálamenn vinna fyrir almenning. En bara fyrir hennar skuldugu? Já, en þetta er að minnsta kosti ein leið til þess að gera það. Hitt er þá eitthvað ferli sem þarf að fara í gegnum og breyta eigendastefnunu sem hefur ekki verið breytt núna frá því 2022 í mann rétt og ég bara sannasagna veit ekki hvort að það sé einhvern veginn á dagskrá hjá núverandi ríkisstjórn að gera það en þetta að minnstakosti finnst mér mjög mikilvægt skref að banki fyrirtæki sem í eigu þjónustufyrirtæki sem í eigu hins opinbera geti skila svona miklu fjármunum aftur inn sem þá hægt að nýta í það að auka velferðina vegna þess að það megi markmið þessar ríkisstjórnar, það vöxtur og velferð. En burtséð frá samkeppninni sem mögulega kæmi til þá ný með aðild að ESB yrði viðskiptaumhverfi mónítorað með þannig hætti eftir aðild að fákeppni, samráð
og öll þessi drulla sem að liggur hér í íslensku viðskiptalífi og á kostnað neytenda, á kostnað almennings, myndi það eitthvað breytast? Sko, við getum litið bara til þess sem við fengum til dæmis með EES-samningum þegar það var gerður, vegna þess að við höfum þetta fengið alveg ótrúlega hluti með því að taka upp þetta regluverk sem fylgdi því að við samþykktum þann samning, til dæmis stjórnsýslulög og alls konar lög neytendavernd sem voru ekki til staðar hérna á Íslandi áður og ég held ég þurfi ekki að rekja það upp fyrir þér hvað sko, stjórnsýslulögin hafa gert fyrir það að draga úr frændiglinu og nepotismanum hérna á Íslandi, skilur. Þú veist, það er bara heiminn og haf það hvernig landið og opinbera var rekið hérna fyrir tíma EES-samningins og svo eftir að þessi innleiðing kláraðist. Þannig að já, ég hef bara mjög réttmætar væntingar til þess að ef að við verðum hluti af stærra mengi og fáum hérna virka samkeppni þá losnum við margt af þessum dreggjum sem okkur vantar svo sárlega að losna við og ekki eitthvað sem er gott fyrir þjóðina í heild, heldur fyrir litla hópa sem hér hafa komið sér vel fyrir. Getum við gengið í ESB og haldið í íslensku krónunni? Nei. Því hljótsvarað. Já, það er útilokað fyrir ríki að ganga í Evrópusambandi núna og ætla við halda eigin gjaldmiðli á. Það held ég sé bara hægt að fullyrða það. Þau sem hafa haldið sínum gjaldmiðli eru ríki sem gengu inn fyrir tíma evrunar og auðvitað eru svona lausnir eins og Danir eru með þar sem þeir eru bundnir við hana en halda sínum gjaldmiðli samt sem áður. En það er líka það væri fullkomlega galið að fara alla leið inn í sambandið og ætla að viðhalda íslensku krónunni vegna þess að kostnaður við íslensku krónuna er umtalsverður. Hve mikill er hann? Það eru svona skiptaskoðunir á því, þannig að ég ætla ekki að kasta fram tölunum, en hann er umtalsverður, hann hleypur á 20 milljóra þeim minnsta á ári. Við erum náttúrulega með gjaldeyrisvaraforða sem við viðhöldum, sem er gríðarlegur upp á mörg 100 milljarða króna. Sem þyrfti ekki lengur. Og við erum að beita, ég veit ekki hvað svona jafnaði, kannski, ég veit ekki 30-40 milljörðum á ári til þess að halda krónun innan veikmarka. Og þetta bara er ágætlega kortlagt í skýrslu sem lifir enn góðu lífi framtíðar möguleika Íslands í gjaldeyrismálum sem Seðlabankinn vann hérna í tíð síðustu vinstristjórnar en Seðlabankinn sem sjálfstæð stofnun og þar er raunverulega niðurstaðan að það eru 2 valmöguleikar sem stöndum frammi fyrir. Það er króna með hækjum sem er það sem við erum með núna. Við erum ekki með frjálsfljótandi krónu vegna þess að Seðlabankinn með þannig varaforða og grípur inn í upp og niður til þess að halda henni innan veikmarka eða að taka upp evru með því að gangi í Evrópusambandið. En sveigjanleika rökin að við þurfum þennan sérvitra gjaldmiðil okkar til þess að jafna út sveiflur og atvinnuleysi yrði miklu meira ef við gætum ekki verið með okkar eigin gjaldmiðil. Ísland er mjög ríkt land. Við erum með mjög sterkar stoðir þótt að séu fáar undir efnahagnum okkar og okkur hefur gengið mjög vel að skapa störf. Okkur gekk svo vel að skapa störf að við vorum svo langt í frá því að vera með íbúa til þess að manna öll störfin þegar við byggðum upp heilan nýjan grundvallar atvinnuveg sem er ferðaþjónusta og fórum úr í að vera með 500.000 ferðamenn í að fara í að vera með yfir 2 milljónir ári og afleiðingin þetta er þetta lágframleiðinni atvinnugrein og afleiðingin þessu er það að við höfum að flytja inn alveg gríðarlegt magna fólki til þess að manna störfin, ekki bara í ferðaþjónustu heldur líka í öllum afleitu geironu sem vöxtur ferðaþjónustunar hafði áhrif á, sérstaklega þetta byggingageiran. Og kallaði fram alls konar áskoranir? Já, bara og áskoranir sem stöndum frammi fyrir í dag. Ég held að þú veist, það blasi við öllum að þetta setti þrýsting á alls konar innviði, hvort sem það er húsnæðismarkaður eða heilbrigðis kerfið eða menntakerfið og samgöngur og svo framvegis og það eru þetta hluti af þeirri risastóru áskorun sem ríkisstjórnin stendur frammi fyrir í dag er að
taka á þessari innviðaskuld sem skapast meðal annars vegna þessa og svo það sé sagt hátt og skýrt þá þetta auðvitað ekki með neinum hætti fólkinu sem hinga flutti að kenna, það kemur hingað vegna þess að það eftirspurn eftir því og leggur gríðarlega mikið á sig og mikið fram til þess að stuðla hérna að hagvexti en þegar við horfum á hagvextin deilt niður á mann og leiðréttum fyrir fólksfjölgunni þá hann enginn frá 2018 það alvarleikinn að við erum ekki að vaksa með nægilega mikill verðmætasköpun og það áskorunin sem nú þetta ríkisstjórnin að reyna að takast á við þess að vera að reyna að búa til þessa atvinnustefnu til 10 ára þar sem áherslan á þetta búa til fleiri betur borgandi störf út allt land og að leggja áherslu á greinar sem geta skapað aukin verðmæti með aukinni framleiðni þannig að svarið við þessu að ég hef aldrei keypt þessi rök með þennan ægilega sveigjanleika vegna þess að það er alltaf önnur hlið á þessum sveigjanleika þegar það var að veikja krónuna til þess að rétta við útflutningsgreinarnar þú veist ef við horfum á vexti og verðbólgu til dæmis sérstaklega verðbólguþróun ég meina eina skipti sem á þessari öld frá aldamótum sem við höfum náð einhverjum tökum á verðbólgunni hérna það voru ekki gjaldeyrishöft hérna sko skilur þú veist yfir einhvern svona almennilegan tíma og eftir að höftunum var lyft hérna 2017 þá leitaði hún mjög hratt aftur yfir markmið og að meðaltali eru að horfa á verðbólgu sem í kringum 5% á þessari öld og vexti sem í kringum 7%. Sama tíma við erum með 2,5% markmið hjá Seðlabankanum. Gjörsamlega glatast. Þú veist, bara alltaf með þetta markmið og við erum ekkert að náð, hann mjög sjaldan að ná þessu markmiði. Það orðið bara... Þetta galin stefna. Já, og hérna, þannig þú veist, það alltaf... þessi rök það að við losnum við atvinnuleysi vegna þess að við séum með svo mikið sveigjanleika í krónunni, þau halda ekki fyrir mér. Nei. Og það að losna við það að einhvern veginn að setja verðstöðuleikan alltaf á herðarnar á ræstiteknunum sko, vegna þess að ef við horfum á bara eins og staðan í dag í efnahagskerfinu, að mörguleiti gengur okkur ógeðslega vel. Það bara staðreind. Við erum hérna með bara 2% hagvöxt í ár, þjóðin ansi rík, einkaneysla ennþá að vaksa, þrátt fyrir að Seðlabankinn sé búin að kasta öllu sem hann á til þess að reyna að hemja þessa neyslu sko. Og vandamáli bara dálítið, að mörguleiti dálítið heimatilbúið, meðal annars í lánakerfinu okkar, að ef að fólk vill ekki láta stýritæki Seðlabankans bitna á sér, þá skiptir það bara úr óverðtryggðum yfir verðtryggðum. Og það það sem fólk auðvitað gerði í unnmörpum þegar stýrivextir fóru hækkandi og þess vegna eru þeir ekki að býta eins og til stóð. Og ef allt gengi vel hérna, þá náttúrulega engin ástæða til þess að ganga í ESB. En þú nefnir vextina og það þessi bölvun sem hvílir á herðum hins skulduga Íslandings að greiða húsnæði sitt 3 sinnum, jafnvel 4 sinnum. Það þessi sturluðu raunvextir. Enginn skilur af hverju þeir eru svona háir en þeir þurfa að vera svona háir og það alltaf verið að reyna að breyta hegðun Íslendinga til þess að ná tökum á verðbólgu og það virðist ekki nema að hluta til vera hægt. Unga fólkið ég hef reyndar ekki aldursgreiningu á Gallup-könnuninni sem Ólafur Harðarson ætlar að ræða hérna síðar í kvöld en unga fólkið, það kveikir svolítið á því að ætti náttúrulega ekki að vera leggjandi á fólk að borga hverja kúlu sem það fær að láni í húsnæðislán 3 eða 4 sinnum tilbaka. Ertu handviss í hjartaðinu það að þessi veruleiki hann yrði úr sögunni með eingöngu í ESB? Já, þetta ekki bara, þú veist, vextirnir vegna þess að við erum einhvern veginn fast, við erum svo föst í einhvers konar vítarhing, skilur við erum hérna, ég myndist hérna áðan á að við erum auðvitað með, sko, fágætisumhverfi sem getur svona eiginlega stillt arðsemiskröfu sína eftir mati á getu heimila til þess að eyða peningum. Þetta svona hljómar skiljanlega og ég meina sá sem reykur matvöruverslunina eða sá sem að reka bankan horfur á býtu það er stanslausar launahækkanir ef við ekki að
stilla bara arðsemiskröfun okkar að í tengslum við það hver launahækkanir eru og af hverju stansleysa launahækkanir, jú, til þess að standa undir þessu vaxtastígi og verðbólgunni sem fylgir því að arðsemiskrafan kannski er of há og svona gengur þetta bara í hringi, þetta verður eitthvað svona vítahringur eða spírall sem myndast. Það er engin vafi að við myndum standa frammi fyrir allt öðrum veruleika varandi vaxtastig ef við göngum inn í Evrópusambandið. Við getum bara hort á sögu Króatíu í þeim efnum sem voru með vexti sem voru í kringum 10% árum saman og eftir að þið tók upp evruna þá eru þau með lægri húsnæðisvexti en í Þýskalandi. En það mun líka þýða að við þurfum að breyta ýmsu öðru hjá okkur. Það er viðvarandi launahækkanir sem við höfum búið við þær verða ekki jafn skarpar samhliða, þannig að við munum fá eitthvað út úr einum stað en við þurfum kannski að gefa eitthvað annað eftir til þess að mynda þennan stöðuleika og þennan aga sem við þyrftum að vera með ef við ætlum að vera hluti af Evrópusambandsins og það er gott. Ég held að það sem við fáum fyrst og síðast kannski úr þessu er fyrirsjáanleiki. Það er að segja að þú tekur húsnæðislán og þú svona sirkabát veist hvernig það mun þróast yfir tíman sem þú tekur það. Þú ert ekki einhvern veginn orðin sérfræðingur í verðtryggingu og þróun og undirliðum verðbólgu eins og annarkvert heimili þarf að vera eins og einhver lítill vogunarsjóður sem er að stunda áhættu fjárfestingar bara vegna þess að þau eru meitt húsnæðislán. Já, það er bara þannig. Og þetta held ég að það sem sé mjög eftirsóknarvert fyrir marga, það er meiri stöðuleiki og meiri fyrirsjáanleiki í þessum málum og klárlega mun þetta skila meiri í vasan hjá fólki, það er engin vafi þar. Engin veit hvenær næsti stórsjór fellur á mann í skopparabolta hagkerfinu og svo hefur líka bara verið svona mjög kennitölubundið. Þetta er bara svona ákveðið lott og hvort þú fæðist 55, 60, 65, 70 eða 75. Hvaða aðgengi þú hefur til dæmis inn á húsnæðismarkað og fleira, hvort þú fékkst námslán sem brunnu upp og þurftur ekki að borga það tilbaka, óverðtrið einhverju verðbólgu og svo framvegis. Þetta er náttúrulega þetta er mjög frumstætt efnahagslíf að mörgu leyti sem er hér að baki á djöfleginu og þessi stöðuleiki er eitthvað sem við höfum nokkuð tíma búið við hann. Nei, og ég ólst upp við þessar sögur alls saman af fólkinu sem var heppið og óheppið á 9. áratugnum. Þeir sem verðbólgan át upp lánin hjá og þeir sem dráu stuttastráið þar og sama fólk sem lendi í vandræðum á 10. áratugnum og svo hrunið og áhrifin sem það á fólk og svo er líka bara fólk sem eru ofboðslega heppið í uppgangnum á undanförnum árum ekki vegna þess að það hefur einhverja getu. Ég get bara sagt bara fyrir sjálf mig, ég og kona mín höfum tiltölulega heppin vegna þess að við höfum bara óvart verið að skipta húsnæði á réttum tíma. Og það er bara hentað þannig að þegar við höfum verið að skipta, þegar við fórum inn á húsnæðismarkaðinn þá var það fyrir algjöra slembilukku hárréttu tími. Þegar við skiptum síðan næsta húsnæði þá keyptum við rétta tegund á húsnæði á hárréttu tíma og það hækkaði mjög mikið í verði sig á okkur tækifæri til þess að kaupa næsta húsnæði. Og það eru svo margar svona sögur og að þetta sé einhvern veginn svona lotteri það tilviljanir, tengsl, heppni og óheppni. Já, en svo bætist ofan á núna á síðustu árum vegna þess að við erum þetta tiltölulega ung þjóð og það hefur ekki verið rosalega mikið að eignartilfærslum á milli kynslóða í sögu nútíma Íslands, skilur við. Það er bara, flestir hafa ekki áttað mikið peninga, það hefur verið mikið til skiptana. Það hefur verið tiltölulega lágar fjárhæðir hjá flestum sem hafa verið að ganga á milli kynslóða. Þetta er að breytast mjög hratt vegna þess að við erum auðvitað búin að efnast mjög mikið á síðustu 20-30 árum og arfgreiðslur sem er að fara á milli kynslóða núna eru verulegar og núna sjáum við til dæmis í tölum að fyrirframgreiddur arfur þegar áskoranir og húsnæðismarkaði jukust mikið þá er fyrirframgreiddur arfur að aukast gríðarlega og það þýðir þá að þeir sem eru með töluvert mikið auka á milli handana geta veitt sínum niðjum, börnum eða öðrum ættingjum forskot umfram hinna. Efnahagslega stéttaskipting. Það er það. Sem er bara ráða lífi og dauða á húsnæðismarkaði. Og þetta eru þetta
þú veist, að séu svona mismunandi tækifæri til þess að koma þakki yfir höfuðið, það sýnir að það eitthvað bogið í kerfinu okkar, að það skipti langmestu máli núna hverra manna þú ert, ekki hvað þú getur eða hvað þú er fram að færa, þegar kemur að því að fá bara staðfestuna sem þú þarft til þess að byrja lífið, sem það að koma þakki yfir höfuðið, svo þú getur búið til fjölskyldu og svona fundið þinn farveg og allt þetta sko. Herskylda, tengist hún, ef við göngum í ESB, fá einhverja hvaðin með herskyldu? Nei. Þetta er spurning sem ég fekk frá lesanda. Já, nei, það Evrópusambandið hefur nokkur sinnum svona dufla við það að þróa leiðir í þessu málum, en það svo langt frá því að vera federalíst eins og það í dag, að það ekki fyrirséð að það verði einhvers konar evrópskur her eða krafa á aðildarríki að þau setji upp her, ekki fyrir að það krafa slíkt á okkur í NATO sem hernaðabandalag og við erum stofnaðilað, einfallega vegna þess að við erum tæplega 400.000 og sá her, það sjá það allir að slíkur her, hann yrði fyrst og síðast til málamynda og við höfum lagt okkar að mörkum í öryggis- og varnarmálum með allt öðrum hætti, bæði með því að með aðstöðu og uppbyggingu á aðstöðu hér á landi sem NATO er notið mjög góðsað og núna í töluveri aukinni uppbyggingu vegna breyttar aðstæðna í heiminum og með því að sinna borgaralegum verkefnum eins og flugumferðarstjórn eða alls konar annari verkefni, svo þetta er upplýsingamiðlun og slíku, og hefur bara verið góðu bragur að, þannig að við eigum auðvitað bara að halda áfram að gera það sem við erum góði og getum lagt að mörkum, og ég held að það veri engin krafa okkur hvorki innan Evrópusambandsins eða innan NATO að við förum að innleiða herskyldu eða að byggja upp einhvers konar hernaðarlegan svona viðnámsþrótt vegna þess að við erum augljóslega ekki með neina getu til þess að gera. Komumst ekki lengra. Kæra þakki fyrir komuna, Þórir Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur, ekki fara langt, nýtt efni eftir andartak. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.